Keir Starmer nýr forsætisráðherra Bretlands eftir stórsigur verkamannaflokksins í þingkosningunum í gær. Íhaldsflokkur Rishi Sunak galt afhroð og hann ætlar að hætta sem leiðtogi. Allt kapp lagt á að selja Skagann 3X sem fyrst í heilu lagi, segir skiptastjóri þrotabús fyrirtækisins. Fjárfestar hafa þegar sýnt áhuga. Gjaldþrotið metið á nærri 3 milljarða króna. Rannsókn á 160 milljóna króna fjárdrætti starfsmanns hjá Sjúkratryggingum Íslands lokið og málið komið til ákærusviðs héraðssaksóknara. Fjárdrátturinn talinn hafa staðið yfir í rúman áratug. Verðmæti fyrir 15 milljónir króna eru horfin eftir að bíræfinn þjófur virðist hafa blekkt flutningaþjónustuna til að flytja gám á afvikinn stað þar sem hann var tæmdur. Einn stærsti þjófnaður ársins til þessa, segir lögregla. 12.000 manns sækja Akureyringa heim helgina þar sem stærsta árlega fótboltamót landsins haldið. Það ekki hægt að segja að veðrið hafi leikið við keppendur en sumir sögðu bara skemmtilegt að spila í bleytunni. Gott kvöld. Verkamannaflokkurinn með afgerandi meirihluta í neðri málstofu breska þingsins eftir kosningarnar í gær og íhaldsflokkurinn galt sögulegt afhroð. Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður hefur fylgst með í Lundúnum í dag og síðustu daga. Ólöf, það þegar kominn nýr maður í brúnna. Já, Keir Starmer orðinn forsætisráðherra og hann þegar byrjaður að skipa nýja ríkisstjórn. Og það sem hefur vakið svona sérstaka athygli í dag að Bretar eiga núna í fyrsta skipti í sögunni kvenkyns fjármálaráðherra. En þingsætaskipan í neðri málstofunni, hún gjörbreytt eftir þingkosningarnar í gær. Til að ná meiri hluta í neðri málstofu breska þingsins þarf 326 sæti. Verkamannaflokkurinn gerði gott betur og hlaut 412 og bætti við sig 211 þingsætum frá síðustu kosningum. Íhaldsflokkurinn hlaut 121 sæti og misti 251. Frjálslyndir fá 71 þingmann og bæta við sig 63. Skoski þjóðarflokkurinn fær 9 þingmenn og tapar 38 og umbótaflokkurinn fékk sín fyrstu 5 þingsæti síðan flokkurinn var stofnaður 2018. Nokkrum mótmælendum var vísað úr salnum þegar leiðtogi flokksins ávarpaði stuðningsmenn í dag. We've seen this before, but Channel 4, of course, had absolutely nothing. Ljóst að með niðurstöðum kosninganna verða miklar breytingar á samsetningu neðri málstofu breska þingsins. Viðbrögðin í gærkvöld létu ekki á sér standa. Já, valdaskiptin hér í Bretlandi ganga vægast sagt hratt fyrir sig. Það var ekki einu sinni búið að gefa út endanlega niðurstöðu í öllum kjördæmunum þegar Rishi Sunak gekk út úr Downing-stræti 10 og ávarpaði þjóðina í síðasta sinn sem forsætisráðherra. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all. But you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. Following this result, I will step down as party leader, not immediately, but once the formal arrangements for selecting my successor are in place. Og eins og venjan þá fór Sunak næst á fund Karls konungs og baðst lausnar. Því næst gekk Keir Starmer inn í Buckingham Höll og út skömmu síðar sem forsætisráðherra. Honum gafst sérst ekki mikil tími til þess að hvíla sig eftir langa kosninganótt og það liði ekki nema kannski 2 klukkustundir frá því að Rishi Sunak flutti út úr Downing-stræti 10 og Starmer flutti inn.
I want to thank the outgoing Prime Minister Rishi Sunak. His achievement as the first British Asian Prime Minister of our country, the extra effort that will have required should not be underestimated by anyone. You have given us a clear mandate, and we will use it to deliver change, to restore service and respect to politics, end the era of noisy performance, tread more lightly on your lives, unite our country. Já, skýrt umboð, segir Starmer, og flokkur hans er vissulega með ríflega 60% þingsæta, en á bakvið þau er samt aðeins 35% fylgi á landsvísu. Og þetta er ástæðan fyrir því að kosningakerfið hér í Bretlandi er stundum sagt ólýðræðislegt. Og annað skýrt dæmi úr þessum kosningum er að umbótaflokkurinn fekk 14% og 5 þingsæti, en frjálslyndir demókratar fengu 12% og 71 þingsæti. Við ræddum fyrir í dag við Charles Napier, hann er stjórnmálagreinandi og ráðgjafi hér í Lundúnum, og hann segir að þrátt fyrir að verkamannaflokkurinn hafi unnið sinn stærsta meirihluta frá sögulegum kosningasigri Tony Blair, þá sé stemmingin í samfélaginu allt önnur nú heldur en þá. I think the mood on the ground has been less about Labour winning triumphantly like it was in 1997, but more a case of a lot of people very fed up with the governing Conservative Party. The change message has been much more about getting rid of the previous government, who everyone, we've had 4 prime ministers in the last 5 years. It's been generally seen as very chaotic, and I think that was the message, was to get rid of these chaotic clowns that you've had for the last few years and bring us in as a steady, really strong government. Í Bretlandi eru 650 kjördæmi, eitt fyrir hvert þingsæti. Þau eru einmenningskjördæmi og sá sem hlýtur flest atkvæði nær kjöri, sem gerir að verkum að þingsætaskipan endurspeglar oft illa vilja þjóðarinnar og sjaldan verri en nú. I think it's been reported overnight is that the two main parties only have 60% of the vote between them. So that leaves 40% of people voting for other parties, and yet they kind of technically only have a handful of seats. Perhaps, I'm trying to think, perhaps only 100 seats out of the 650 representing the 40%. So yes, it's a funny system. It has its advantages with the constituency link and the things, but I can't see it changing. I don't think it's anyone's major manifesto. Labour have just won 170 majority under this system, so it's, turkeys don't vote for Christmas, generally speaking. Verkamannaflokkurinn hefur ekkert gefið sérstaklega mikið upp það hvernig hann ætlar að fara því að breyta og bæta samfélagið hér í Bretlandi, en Starmer, hann boðar stöðugleika næstu árin. Og hvort það stenst, það verður tíminn að leiða í ljós. Takk fyrir Ólöf Ragnarsdóttir og Ragnar Santos í Lundúnum. En þá víkur sögunni upp á Akranes. Skiptastjóri þrotabús Skagans 3Rex segir unnið í kappi við tímann að fá kaupendur að fyrirtækinu, reynt verði að koma því í gang sem fyrst til að lágmarka skaðann og selja það í heilu lagi. Unnið að því að lágmarka skaðann sem orðin vegna gjaldþrots fyrirtækisins, segir Helgi Jóhannesson, skiptastjóri Skagans 3Rex. Hæft starfsfólk og viðskiptasambönd séu í húfi. Reynt hefur verið að styðja við ýmis verkefni en fyrirtækið ekki starfandi. Þrotabúið hefur nú ekki tekið ákvörðun að vera með neitt rekstur, en hins vegar þegar allt stoppar svona allt í einu, þá þarf kannski stundum að hleypa ykkur í gegn sem var komið af stað eða eitthvað svoleiðis. Fyrirtækið sérhæfir sig í hátækni lausnum í matvælaframleiðslu. Uppsjávar frystihús og veiðiskip all land reiða sig á fyrirtækið með þjónustu og varahluti. 128 manns mistu vinnuna í gær vegna gjaldþrotsins. Fyrirtækið varð alfarið eign þýsku Bater-samsteypunnar í febrúar 2022. Fulltrúi Bater segir í skilaboðum til fréttastofu að fyrir gjaldþrotið hafi samsteypan árangurslaust reynt að fá nýja fjárfesta í reksturinn. Helgi gerir ráð fyrir að veðkröfur séu upp að 3 milljörðum króna. Íslandsbanki á allt veð í fyrirtækinu. Við bætast svo aðrar óveðtryggðar kröfur og laun starfsfólks.
Það strax farið að hafa sambandi við mig, aðilar sem hafa bæði hópar sem hafa áhuga öllu saman í einu lagi og svo líka náttúrulega eins og alltaf í svona málum einhverju sem hafa áhuga einhverju einu vélega tæki eða einhverjum línum sem þeir vita til þarna. En það ekki meiningin að reyna að selja þetta einhverju brunaútsölu. Það verið núna að reyna að fókusera á heildarpakkan til þess að reyna bara að koma þessu á lappirnar sem fyrst. Fjölskylda Yassans Tamimis, 11 ára palestínsks drengs með sjaldgæfan vöðvarýrnunarsjúkdóm, veit ekki hvers vegna brottvísun var frestað. Móðir Yassans segist finna fyrir miklum stuðningi frá íslensku þjóðinni. Hvað finnst þið gaman að gera? Spila, mála, skrifa íslensku, skrifa, mála. Yassan Tamimi kom með fjölskyldu sinni til landsins frá Palestínu í fyrra í leit að alþjóðlegri vernd. Hann með vöðvarýrnunarsjúkdóminn Duchenne og hefur hann hlotið sérhæfða heilbrigðisþjónustu hér á landi vegna sjúkdómsins. Samkvæmt úrskurði kærunefndar útlendingamála stóð til að vísa fjölskyldunni til Spánar síðustu mánaðamót, en í vikunni fékk fjölskyldan að vita að brottvísuninni hefði verið frestað 4 vikur hið minnsta. احنا لسه بنشعر في القلق بشأن موضوع الترحيل نفسه لأنه الترحيل ما توقف الترحيل تأجل. Mál Yassans og fjölskyldu hefur vakið mikla athygli. Mótmælt hefur verið á Austurvelli og undirskriftum safnað fjölskyldunni til stuðnings. Ferial segir að stuðningurinn skipti þau miklu máli. شعورنا كنا كتير مبسوطين يعني إنه الشعب واقف معنا وعم بيساعدنا وبدعم فينا وإحنا بنشكر الشعب الأيسلندي على جهودهم جراء دعمنا ودعم قضية يزن. Fjölskyldan veit ekki hvers vegna brottvísuninni var frestað. Lögmaður Yassans segir að ný umsókn verði lögð fram hjá kærunefnd útlendingamála. Ferial óttast að sonur hennar fái ekki viðeigandi þjónustu á Spáni. Samkvæmt vottorðum lækna hér á landi gæti það reynst Yassan lífshættuleg ef rof yrði á heilbrigðisþjónustu hans. لأنه إذا توقف عنه العلاج حيأثر على حياته حتكون حياته بخطر. فبنتمنى من الشعب الأيسلندي ومن الكل إنه يدعم يزن ويوقف معنا في القضية هاي. Héraðssaksóknari hefur lokið rannsókn á máli konu sem talin hafa stolið tæplega 160 milljónum króna á meðan hún starfaði hjá Sjúkratryggingum Íslands. Ákærusvið héraðssaksóknara hefur tekið við málinu. Grunur vaknaði á það á vordögum að fjárdráttur hefði átt sér stað innan veggja Sjúkratrygginga Íslands þegar betur var að gáð kom í ljós að konan hafði dregið sér fé í rúman áratug. Að því gefnu ljóst að konan dró sér á milli 12 og 1300.000 krónur í hverjum mánuði. Sjúkratryggingar Íslands kærðu málið til lögreglu og héraðssaksóknari tók síðan við rannsókn þess. Þess var ekki krafist að konan sætti gæsluvarðhaldi og rannsóknin virðist hafa gengið greiðlega því henni nú lokið og málið komið til ákærusviðs embættisins. Eftir því sem næst verður komist sýndi konan mikla útsjónarsemi við að svíkja út féð og virðist hafa haft góða þekkingu á kerfum sjúkratrygginga. Meðal annars gaf hún tilhæfulausa reikninga í nafni þriðja aðila og hafði sjálf eftirlit með greiðslu. Ekki talið að aðrir tengist málinu. Leiðtogar fjölda Evrópuríkja hafa gagnrýnt Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, fyrir heimsókn hans til Rússlandsforseta í dag. Orbán sá leiðtogi í Evrópu sem hefur haldið hvað nánustum tengslum við Pútín eftir allsherjar innrás í Úkraínu. Ungverjar tóku í vikunni við formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar sambandsins, sagði í færslu á samfélagsmiðlum að friðþæging væri ekki rétta leiðin til að stöðva Pútín. Aðeins samstaða og þrautseigja myndi leiða til friðar í Úkraínu. Verðmætum var stolið úr gámi eftir að flutningafyrirtæki var blekkt til að flytja hann á afvikinn stað. Tap eigandans 15 milljónir króna. Málið einn stærsti þjófnaður sem hefur komið inn á borð lögreglunar á þessu ári. Í raun hefst þessi sérkennilegi glæpur með símtali.
Dularfullur maður hringdi í flutningafyrirtækið ET rétt fyrir helgi og sagðist þurfa að losna við gám af lóð Reykjavíkurborgar á Fiskislóð. Gáminn vildi hann láta flytja á afvikinn stað á Hólmsheiði, skammt frá flugvelli Fisfélagsins á Reynisvatnsheiði. Vandinn var þó sá að maðurinn átti hvorki gáminn né það sem í honum var, heldur pípulagningafyrirtækið Landslagnir. Það var svo þriðjudaginn sem þeir áttuðu sig á því að gámurinn var horfinn. Hann hafði verið fluttur hingað upp á Hólmsheiði. Það sem hann stóð, líkt og þessi hérna gámur, en það var búið að opna hann og það var búið að tæma hann. Þá bara blasir þetta við okkur svona. Gámurinn opinn, önnur hurðin bara opinn og hinn lokuð og allt farið úr honum nema dekkin okkar. Og þegar þið uppgötuðu þetta, hvað tók við? Hvernig höfðu þið upp að þessu? Þá bara hringdi við lögregluna, svo í framhaldi töluðum við flutningafyrirtækin og þá var það ET flutningar sem fluttu gáminn 27. júní upp á Hólmsheiði að beiðni einhvers manns. Gámurinn var fullur af hreinlætistækjum af gerðinni grói og pípulagningarefnum. Og verðmæti, hvað er það svona um það bil? Það eru örugglega 10-15 milljónir, nær 15 milljónum held ég. Lögreglan rannsakar málið og segist taka það alvarlega. Þjófnaðarmál á þessari stærðargráðu eru afar sjaldgæf og það eina sem toppar gámaþjófnaðinn er Hamraborgarmálið svokallaða, þar sem að 3 milljóna var stolið síðasta vetur. Eigandi ET flutninga baðst undan viðtali en sagði í samtali við Fréttastofu að þeir litu svo á að þeir hefðu verið blekktir og að verklagsreglum yrði breytt í kjölfarið. Þetta er náttúrulega asnalegt ef menn geta bara hringt og verið með verðmætaflutningar án þess að gefa upp skilríki eða annað. Þannig að fyrirtæki sem er í verðmætaflutningum þurfa kannski að gera betri skil á sínum vinnuferlum. Og kannski er ET í þessu tilviki kannski líka fórnarlambið eins og við. Yfir 900 knattspyrnuleikir verða spilaðar á Akureyri helgina þar sem framfer stærsta fótboltamót landsins. Keppendur segja kulda og rigningu ekki spilla fjörinu. Saman, upp aftur. Einbeitingin skein úr andlitum 10 til 11 ára keppenda N1-mótsins sem í ár telja 2000. Hverjum keppenda fylgja síðan foreldrar og stuðningsmenn að óglemdum þjálfurum og sjálfboðaliðum. Svo óhætt er að reikna með yfir 12.000 manns á Káavöllin þetta árið. Hliðarlínan var heldur kuldaleg miðað við júlí en keppendurnir virtust lítið kippa sér upp við veðrið. Það er bara rigning og truflar mann smá en það er gaman að spila í rigningu sko. Já, og það er kalt. Já. Það er kannski allt í lagi við bara. Hvernig veist ykkur? Geggjað. Já, það er geggjað sko. Hvað er svona geggjað við þetta? Það er bara gott að rennisætla og bara geggjað. Mótið gengur orðið eins og vel smurð vél að sögn þeirra sem hafa stýrt öllu saman undanfarin 10 ár. Þetta er alltaf ógeðslega gaman. Ég er náttúrulega fæddur og uppalinn með mótinu, pabbi stýrði mótinu og undan mér og ég er búinn að vera hérna síðan ég var svona bara polli. Þetta er yfir 930 leikir sem verða spilaðir helgina. 936 ef ég ætlum að vera nákvæm og það eru 200 félög, 200 lið sem taka þátt í mótinu í ár. Þannig að þetta er bara, þetta er verk að vinna, þetta er frá morgun til kvölds í 4 daga. Í 30 mínútur í senn fá hver 2 lið sviðsljósið og keppendur nýta hverja sekúndu. Ein mjög mikilvæg spurning í lokin og það er hverjir eru bestir? Fram! Káa! Breiðablik! Veðrið spillir ekki gleðinni en lítum á horfurnar. Á morgun verður fremur hæg norðlæg átt eða hafgola og áfram skýjað og fremur svalt á norður- og austurlandi en þó dregur úr úrkomu og jafnvel gæti byrt til í innsveitum síðdegis. Hins vegar verður bjart suðvestanlands og einnig hlýjast þar á morgun 18 stig þar sem best lætur. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir er komin með þátttökurétt á Ólympíuleikunum í París í sumar. Hún er 5. keppandinn í Ólympíuhópi Íslands. Það var dramatík þegar Spánn og Þýskaland áttust við í fyrsta leik 8 liða úrslitanna á EM karla í fótbolta. Og landsmót hestamanna nær hápunkti í Víðidal helgina. Sumir knapar eru uppteknar en aðrir á mótinu. Ekki missa af íþróttum hér að loknum fréttum. Þá er það helstu atriði frétta. Keir Starmer er nýr forsætisráðherra Bretlands eftir stórsigur verkamannaflokksins í þingkosningunum í gær. Íhaldsflokkur Rishi Sunak galt afhroð og hann ætlar að hætta sem leiðtogi. Allt kapp er lagt á að selja Skagan 3X sem fyrst í heilu lagi, segir skiptastjóri þrotabús fyrirtækisins. Fjárfestar hafa þegar sýnt áhuga. Gjaldþrotið er metið á nærri 3 milljarða króna.
Rannsókn á 160 milljóna króna fjárdrætti starfsmanns hjá Sjúkratryggingum Íslands lokið og málið komið til ákærusviðs héraðssaksóknara. Fjárdrátturinn talinn hafa staðið yfir í rúman áratug. Verðmæti fyrir 15 milljónir króna eru horfin eftir að bíræfinn þjófur virðist hafa blekkt flutningaþjónustu til að flytja gám á afvikinn stað þar sem hann var tæmdur, einn stærsti þjófnaður ársins til þessa, segir lögreglan. 12.000 manns sækja Akurnesinga heim helgina þar sem stærsta árlega fótboltamót landsins haldið. Það ekki hægt að segja að veðrið hafi leikið keppendur en sumir sögðu bara skemmtilegt að spila í bleytunni. En við ljúkum þessum fréttatíma í Downing-stræti 10 í London. Þrátt fyrir mikinn viðbúnað þar í dag var kötturinn Larry hinn rólegasti á meðan hann beið komu nýs húsbónda. Larry þessi hefur síðustu 13 ár verið rottur og músaveiðar í forsætisráðherra bústaðnum og þykir hafa staðið sig með mikilli prýði. Keir Starmer 7. forsætisráðherrann sem Larry stendur vaktina fyrir, en fréttir verða næst sagðar í útvarpinu klukkan 10. Njótið helgarinnar, verið sæl. So I turn myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Það styttist í hápunkt íslenska golfsumarsins. Íslandsmótið í golfi fer fram á Hólmsvelli í Leiru hjá golfklúbbi Suðurnesja og verður að sjálfsögðu í beinni á RÚV. Íslandsmótið í golfi 19. til 21. júlí á RÚV. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. BL, það gerist allt í bílnum. Það getur ráðið úrslitum að velja réttu kylfuna í stöðunni. Kynntu þér sjóði okkar og komdu fjárfestingum þínum á rétta braut. Stefnir. Sumarkristall með guava og ástaraldin bragði. Það sést sumarnætur. Það komið að lokaleikjum íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta í undankeppni EM 2025. Ísland mætir stórliði Þýskalands á Laugardalsvelli og svo Póllandi ytra. Ísland-Þýskaland, föstudaginn 12. júlí klukkan 16:15, stofan frá 15:45. Ekki taka skjáhættuna. Settu símann á aksturstillingu. Sjóvá og Samgöngustofa. Láttu eldsneytið koma þér á óvart með vildarpunktum Icelandair. EM á föstudag. 8 liða úrslit. England-Sviss klukkan 4. Holland-Tyrkland klukkan 7.